Postulasagan, 16. kafli. Páll kom til Derbe og Lýstru. Þar var lærisveinn nokkur Tímóteus að nafni, sonur trúaðrar konu af gyðingaætt, en faðir hans var grískur. Kristnir menn í Lýstru og Íkoníum báru honum gott orð. Páll vildi hafa hann með sér og umskar hann sökum gyðinga voru í þeim byggðum, því að allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þeir fóru nú borgirnar, fluttu mönnum þær ályktanir sem postularnir og öldungarnir í Jerúsalem höfðu samþykkt og buðu að varðveita þær. En söfnuðirnir styrktust í trúnni og urðu fjölmennari dag frá degi. Þeir fóru Frígíu og Galataland, því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Og sem þeir voru komnir að Mísíu, reyndu þeir að fara til Biþíníu, en andi Jesú leyfði það eigi. Þeir fóru þá Mísíu og komu niður til Tróas. Nóttina birtist Páli sýn. Maður nokkur, makedónskur, stóð hjá honum og bað hann: Kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En jafnskjótt og hann hafði séð þessa sýn, leituðum við færis að komast til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hafði kallað okkur til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Nú lögðum við út frá Tróas, sigldum beint til Samóþrake, en daginn eftir til Neapólis og þaðan til Filipí. Hún helsta borg í þessum hluta Makedóníu, rómversk nýlenda. Í þeirri borg dvöldumst við nokkra daga. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðum við vera bænastað. Settumst við niður og töluðum við konurnar sem voru þar saman komnar. Konan okkur úr Þýatýruborg sem sótti samkundu gyðinga, Lýdía að nafni, verslaði með purpura, hlýddi á. Opnaði Drottinn hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skírð og heimili hennar og hún bað okkur: Gangið inn í hús mitt og dveljist þar fyrst þið teljið mig trúa á Drottinn. Þessu fylgdi hún fast fram. Eitt sinn við gengum til bænastaðarins, mætti okkur ambátt nokkur sem hafði spásagnaranda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Hún elti Pál og okkur og hrópaði: Menn þessir þjónar Guðsins hæsta og boða þeir ykkur veg til hjálpræðis. Þetta gerði hún dögum saman. Páli féll það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan: Ég býð þér í nafni Jesú Krists að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Leið og húsbændur hennar sáu að þar fór ábata von þeirra, gripu þeir Pál og Sílas og drógu þá út á torgið fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfusmannana og sögðu: Menn þessir valda mestum óspektum í borg okkar. Þeir gyðingar og boða siði sem okkur, rómverskum mönnum, leyfist hvorki að taka upp né fylgja. Múgurinn réðst og gegn þeim og höfusmennirnir létu fletta þá klæðum og skipuðu að húðstrýkja þá. Þegar þeir höfðu lostið á mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangelsi og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim í innsta fangelsið og felldi stokk á fætur þeim. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuðu á þá. Þá varð skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir féllu af öllum. Fangavörðurinn vaknaði við og hann sá fangelsisdyrnar opnar, dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér, þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu: Gerð þú sjálfum þér ekkert mein, við hér allir. Fangavörðurinn bað ljós, stökk inn og féll óttasleginn til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði: Herrar mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpinn?
En þeir sögðu: Trú þú á Drottinn Jesú og þú munt verða hólpinn og heimilið þitt. Og þeir fluttu honum orð Drottins og öllum á heimili hans. Samstundis tók fangavörðurinn þá með sér nóttina, laugaði meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skírður og allt hans fólk. Síðan fór hann með þá upp í hús sitt, bar þeim mat og hann og allt heimafólk hans fagnaði yfir því að hafa tekið trú á Guð. Þegar dagur rann, sendu höfuðsmennirnir réttarþjóna sem sögðu: Látu menn þessa lausa. Fangavörðurinn flutti Páli þessi orð: Höfuðsmennirnir hafa sent boð að þið skuluð látnir lausir. Gangi nú út og farið í friði. En Páll sagði við þá: Þeir hafa opinberlega látið húðstrýkja okkur, rómverska menn, án dóms og laga og varpa í fangelsi, og nú ætla þeir leynilega að hleypa okkur út. Ég held nú síður. Þeir skulu koma sjálfir og leiða okkur út. Réttarþjónarnir fluttu höfuðsmönnunum þessi orð. Þeir urðu hræddir þeir heyrðu að þeir væru rómverskir og komu og friðmæltust við þá, leiddu þá út og báðu þá að fara burt úr borginni. Þegar þeir voru komnir út úr fangelsinu, fóru þeir heim til Lítíu, fundu trúsiskinnin og hughreystu þau. Síðan héldu þeir af stað. Postulasagan, 17. kafli. Þeir fóru nú Amfípólis og Apollóníu og komu til Þessalóniku. Þar áttu gyðingar samkundu. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Lauk þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir að Kristur átt að líða og rísa upp frá dauðum. Hann sagði: Jesús sem ég boða ykkur, hann Kristur. Nokkrir þeirra létu sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas, auk þess mikill fjöldi guðrækinna Grikkja og mikils háttar konur, eigi allfáar. En gyðingar fylltust ofstæki og fengu með sér götuskríl, æstu til uppþota og hleyptu borginni í uppnám. Þustu þeir að húsi Jasonar og vildu færa Pál og Sílas fyrir borgarafund. En þegar þeir fundu þá ekki, drógu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjórana og hrópuðu: Mennirnir sem komið hafa allir í heimsbyggðinni í uppnám eru nú komnir hingað og Jason hefur tekið á móti þeim. Allir þessir breyta gegn boðum keisarans, því þeir segja að annar sé konungur og það sé Jesús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig borgarstjórunum með þessum orðum. Slepptu þeir ekki þeim Jasoni fyrr en þeir höfðu látið þá setja tryggingu. En söfnuðurinn sendi þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beróju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóniku. Þeir tóku við orðinu með mesta áhuga og rannsökuðu daglega ritningarnar, hvort þessu væri þannig farið. Margir gyðingar tóku trú og einnig Grikkir, ekki allfáir, tignar konur og karlar. En gyðingar í Þessalóniku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Beróju, engdu þeir líka múginn þar til uppþota. Þá sendi söfnuðurinn jafnskjótt Pál af stað til sjávar, en Sílas og Tímóteus urðu eftir. Leiðsögumenn Páls fylgdu honum allt til Aþenu og sneru aftur með boð til Sílasar og Tímóteusar að koma hið bráðasta til hans. Meðan Páll beið þeirra í Aþenu, var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Hann ræddi þá í samkundunni við gyðinga og guðrækna menn og daglega á torginu við þá sem urðu á vegi hans. En nokkrir heimspekingar, epikúringar og stóumenn áttu og í orðakasti við hann. Sögðu sumir: Hvað mun skraffinnur sá hafa að flytja? Aðrir sögðu: Hann virðist boða ókunna guði, því að hann flutti fagnaðarerindið Jesú og upprisuna. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Aresarhæð og sögðu: Getum við fengið að vita hver þessi nýja kenning sem þú fer með? Því að eitthvað nýstárlegt flytur þú okkur til eyrna
og okkur fýsir að vita hvað þetta er. En allir aðfinningar og aðkomumenn þar gáfu sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá sté Páll fram á miðri Aresarhæð og tók til máls. Aþeningar, þið komu mér svo fyrir sjónir að þið séuð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum ykkar og fann þá meðal annars altari sem á er ritað ókunnum Guði. Þetta sem þið nú dýrkið og þekkið ekki, það boða ég ykkur. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra himins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gerð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann þyrfti nokkurs við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs, ef verða mætti, þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af okkur. Í honum lifum, hrærumst og erum við. Svo hafa og sum skáld ykkar sagt, því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar, megum við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gerðri með hagleik og hugviti manna. Guð hefur umborið vanvisku liðina tíma, en nú boðar hann mönnum hvarvetna að allir skulu snúa sér til hans, því að hann hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þegar þeir heyrðu nefnda upprisu dauðra, gerðu sumir gys að, en aðrir sögðu, við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Páll við þá. En nokkrir menn slógust í fylgd hans. Þeir tóku trú. Meðal þeirra var Dionýsius, einn úr Areópagus dóminum, og kona nokkur, Damaris að nafni og aðrir fleiri. Postulasagan, 18. kafli. Eftir þetta fór Páll frá Aþenu og kom til Korintu. Þar hitti hann gyðing nokkur, Akvílas að nafni, ættaðan frá Pontus, nýkominn frá Ítalíu og Priskilu konu hans, en Kládius hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skyldu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra og af því hann stundaði sömu iðn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgerðarmenn að iðn. Hann ræddi við menn í samkunduhúsinu hvern hvíldardag og reyndi að sannfæra bæði gyðinga og Grikki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu, gaf Páll sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir gyðingum að Jesús væri Kristur. En þeir snerust gegn honum og fóru að lastmæla, hristi hann dustið af klæðum sínum og sagði, þið getið sjálfur ykkur það kennt að þið farist, ekki mér það að kenna. Upp frá þessu fer ég til heiðingjana. Og hann fór þaðan og kom í hús manns nokkurs hét Títus Justus og sótti samkundu gyðinga. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Krispus samkundustjóri tók trú á Drottin og allt heimili hans og margir korintumenn sem heyrðu Pál tala, tóku trú og létu skýrast. En Drottin sagði við Pál nótt í sín, óttast þú eigi, haltu ótrauður áfram að tala, þagna ekki, ég með þér. Enginn skal ráðast að þér og vinna þér mein, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar kyrt 3 misseri og kendi þeim orð Guðs. En þegar Gallión var landstjóri í Akkeu, bundust gyðingar samtökum gegn Páli, drógu hann fyrir dómstólinn og sögðu, maður þessi tælir menn til að dýrka Guð á þann hátt sem stríðir gegn
lögmálinu. Páll bjóst til að svara, en þá sagði Galljón við gyðingana: Væri hér einhver lögbrot eða illvirki að ræða, bæri mér að sinna ykkur gyðingar. En fyrst það eru þrætur orð og nöfn og lögmál ykkar, þá ráðið sjálfir fram úr því. Dómari í þeim sökum vil ég ekki vera. Og hann rak þá burt frá dómstólnum. Þá tóku þeir allir Sósþenes samkundustjóra og fóru að berja hann fyrir framan dómstólinn og lét Galljón sig það engu skipta. Páll var þar enn kyrrt allmarga daga, kvaddi síðan bræðurna og systurnar og sigldi til Sýrlands og með honum Priskila og Akvílas. Lét hann áður skera hár sitt í Kenkreu, því að heit hafði hvílt á honum. Þau komu til Efesus. Þar skildi hann við þau, en gekk sjálfur inn í samkunduhúsið og ræddi við gyðinga. Þeir báðu hann að standa lengur við, en hann varð ekki við því, heldur kvaddi þá og sagði: Ég skal koma aftur til ykkar, ef Guð lofar. Síðan lét hann í haf frá Efesus, lenti í Sesareu, fór upp eftir til Jerúsalem og heilsaði söfniðinum. Síðan hélt hann norður til Antíokkíu. Þegar hann hafði dvalist þar hríð, hélt hann af stað og fór eins og leið liggur Galataland og Frígíu og styrti alla lærisveinana. En gyðingur nokkur, Apollós að nafni, ættaður frá Alexandríu, kom til Efesus. Hann var maður vel máli farinn og fær í ritningunum. Hann hafði verið fræddur veg Drottins og brennandi í andanum talaði hann og kendi kostgæfilega Jesú. Þó þekkti hann aðeins skírn Jóhannesar. Þessi maður tók nú að tala skörulega í samkunduhúsinu. Priskila og Akvílas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Nú fýsti hann að fara yfir til Akkeu. Kristnir menn í Efesus rituðu lærisveinunum þar og hvöttu þá að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú, því að hann hrakti skarplega rök gyðinga í allra áheyrn og sannaði af ritningunum að Jesús væri Kristur. Postulasagan, 19. kafli. Meðan Apollós var í Korintu, fór Páll upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fenguð þið heilagan anda þið tóku trú? Þeir svöruðu: Nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þið þá skýrðir? Þeir sögðu: Skírn Jóhannesar. Þá mælti Páll: Jóhannes skýrði iðrunarskírn og sagði fólkinu að trúa á þann sem eftir sig kæmi, það á Jesú. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns Drottins Jesú. Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá og þeir töluðu tungum og fluttu spámanlegan boðskap. Þessir menn voru alls 12. Páll sótti nú samkunduna í 3 mánuði og talaði þar djarflega og reyndi að sannfæra menn Guðs ríki. En nokkrir brynjuðu sig og vildu ekki trúa. Þegar þeir tóku að illmæla veginum í áheyrn fólksins, sagði Páll skilið við þá. Greindi lærisveinana frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla Týrannusar. Þessu fór fram í 2 ár, svo að allir þeir sem í Asíu bjuggu heyrðu orð Drottins, bæði gyðingar og Grikkir. Guð gerði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur af Páli á sjúka og hurfu þá veikindi þeirra og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir gyðingar fóru og frömdu andasæringar, tóku og fyrir að nefna nafn Drottins Jesú yfir þeim haldnir voru illum öndum. Þeir sögðu: Ég særi ykkur við Jesú þann sem Páll predikar.
Þetta reyndu einnig 7 synir gyðingsnokkurs, Skefa æðstaprests. En illi andinn sagði við þá: Jesú þekki ég og Pál kannast ég við, en hverjir eru þið? Maðurinn sem illi andinn var í, flaug á þá, keyrði þá alla undir sig og lék þá svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta varð kunnugt öllum Efesusbúum, bæði gyðingum og Grikkjum, og ótta sló á þá alla, og þeir vegsumuðu mikilega nafn Drottins Jesú. Margir þeirra sem trú höfðu tekið, komu, gerðu játningu og sögðu frá athæfi sínu. Og allmargir farið höfðu með kukl, komu með bækur sínar og brenndu þær að öllum ásjáandi. Þær voru samtals virtar á 50.000 silfurpenninga. Þannig breytist orð Drottins út og eldist í krafti hans. Þá þetta var garð gengið, tók Páll þá ákvörðun að ferðast Makedóníu og Akkeu og fara síðan til Jerúsalem. Hann sagði: Þegar ég hef verið þar, ber mér líka að sjá Róm. Hann sendi 2 aðstoðarmenn sína, þá Tímóteus og Erastus, til Makedóníu, en dvaldi sjálfur í Asíu sinn. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hét maður og var silfursmiður. Hann bjó til eftirlíkingar úr silfri af musteri Artemisar og veitti smiðum eigi litla atvinnu. Hann stemdi þeim saman og öðrum sem að slíku unnu og sagði: Góðir menn, þið vitið að velmegun okkar hvílir á þessari atvinnu, og þið sjáið og heyrið að Páll þessi hefur með fortölum sínum snúið fjölda fólks, ekki einungis í Efesus, heldur nær gervalla Asíu. Hann segir að eigi séu það neinir guðir sem með höndum eru gerðir. Nú horfir þetta ekki einungis inn okkar til smánar, heldur einnig til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju, Artemisar, verði einskis virtur og að hún, sem öll Asía og heimsbyggðin dýrkar, verði svipt tign sinni. Þeir heyrðu þetta, urðu þeir afar reiðir og æptu: Mikil Artemis Efesusmanna. Og öll borgin komst í uppnám, menn þustu hver annan til leikvangsins og þrifu með sér þá Gaius og Aristarkus, förunauta Páls úr Makedóníu. En Páll vildi ganga inn í mannþröngina, leifðu lærisveinarnir honum það ekki. Nokkrir höfðingjar skattlandsins, sem voru vinir hans, sendu einnig til hans og báðu hann að hætta sér ekki inn á leikvangin. Menn hrópuðu nú sitt hver því að mannsöfnuðurinn var í uppnámi og vissu fæstir hvers vegna þeir voru samankomnir. Nokkrir í mannþrönginni töldu það vera vegna Alexanders, því að gyðingar ýttu honum fram, en Alexander benti til hljóðs með hendinni og vildi verja mál sitt fyrir fólkinu. Þegar menn urðu þess vísir að hann var gyðingur, lustu allir upp einu ópi og hrópuðu nærfellt 2 stundir: Mikil Artemis Efesusmanna. En borgarritarinn gat sefað fólkið og mælti: Efesusmenn, hver sá maður að hann viti ekki að borg Efesusmanna geymir musteri hinnar miklu Artemisar og steinin helga af himni. Þar sem enginn má gegn því mæla, ber ykkur að vera stiltir og hrapa ekki að neinu. Þið hafið dregið þessa menn hingað, þó þeir hafi hvorki framið helgispjöll né lastmælt gyðju okkar. Eigi nú Demetrius og smiðirnir sem honum fylgja, sökkótt við nokkur þá, eru þingdagar haldnir og til eru landstjórar. Þar geta menn borið upp mál sín. En ef þið hafið annars að krefja, má gera út það á löglegu þingi. Við eigum á hættu að verða sakaðir uppreisn fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem gæti afsakað slík ólæti. Að svo mæltu, lét hann mannsöfnuðinn fara. Postulasagan, 20. kafli. Þegar þessum látum linnti, sendi Páll eftir lærisveinunum, uppörvaði þá og kvaddi síðan og lagði af stað til Makedóníu.
Hann fór nú þau héruð og uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hélt hann til Grikklands. Dvaldist hann þar 3 mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sýrlands, en þar gyðingar brugguðu honum launráð, tók hann til bragðs að hverfa aftur Makedóníu. Í för með honum voru þeir Sópater Pírusson frá Beróju, Aristarkus og Sekundus frá Þessalóniku, Gaius frá Derbe, Tímoteus og Asíumennirnir Tíkikus og Trófimus. Þeir fóru á undan og biðu okkar í Tróas. En við sigldum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filippi og komum til þeirra í Tróas á 5. degi. Þar dvöldumst við í 7 daga. Fyrsta dag vikunar, við vorum saman komin til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Ungmenni eitt, Evtíkus að nafni, sat í glugganum. Seig á hans svefnhöfgi Páll ræddi svo lengi og féll hann sofandi ofan af 3. lofti og var tekin upp andvana. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utan hann og sagði: Verið stillt, það líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun. Að svo búnu hélt hann brott. En menn fóru með sveinin lifandi og hugguðust mikilega. Við fórum á undan til skips og sigldum til Assus. Þar ætluðum við að taka Pál. Svo hafði hann fyrir lagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt okkur í Assus, tókum við hann á skip og héldum til Mítilene. Þaðan sigldum við daginn eftir og komumst til móts við Kíos. Á öðrum degi fórum við til Samos og komum næsta dag til Míletus. Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efesus, svo að hann tefðist ekki í Asíu. Hann hraðaði ferð sinni verða mætti að hann kæmist til Jerúsalem á hvítasunnudag. Frá Míletus sendi hann til Efesus og boðaði til sín öldunga safnaðarins. Þegar þeir komu til hans, sagði hann við þá: Þið vitið hvernig ég hef hagað mér hjá ykkur allt frá þeim degi ég kom fyrst til Asíu. Ég þjónaði drottni í allri auðmýkt með tárum og í raunum sem að mér hafa steðjað af launráðum gyðinga. Þið vitið að ég dró ekkert undan sem ykkur mátti að gagni verða, heldur boðaði ykkur það og kendi opinberlega og í heimahúsum, og brýndi fyrir gyðingum og Grikkjum að snúa sér til Guðs og trúa á drottinvorn Jesú. Nú ég á leið til Jerúsalem, knúinn af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér, nema að heilagur andi birti mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar bíði mín. En mér líf mitt einskis virði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottin Jesús fól mér. Að bera vitni fagnaðarerindinu Guðs náð. Nú veit ég að þið munuð ekki framar sjá mig, engin ykkar sem ég hef komið til og boðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir ykkur nú, í dag, að ekki mig að saka þótt einhver glatist, því að ég hef boðað ykkur allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Hafið gát á sjálfum ykkur og allri hjörðinni sem heilagur andi fól ykkur til umsjónar. Verið hirðar kirkju Guðs sem hann hefur aflað sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á ykkur þegar ég farin og eigi firma hjörðinni, og úr hópi sjálfra ykkar munu koma menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vakið því og minnist þess að ég hvatti sérhvern ykkar dag og nótt með tárum í 3 ár. Og nú fel ég ykkur Guði og orði náðar hans, sem getur styrkt trú ykkar og veitt ykkur hlutdeild í ríki hans ásamt öllum þeim sem helgaðir eru.
Eigi girntist ég silfur né gull, né klæði nokkurs manns. Sjálfir vitið þið að þessar hendur unnu fyrir öllu því ég þurfti með, og þeir með mér voru. Í öllu sýndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesús sjálfs hann sagði: Sælla að gefa en þiggja. Þegar hann hafði þetta mælt, féll hann á kné og baðst fyrir ásamt þeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, féllu háls Páli og kysstu hann. Mest var þeim þau orð hans að þeir myndu aldrei framar sjá hann. Síðan fylgdu þeir honum til skips.